I pray that the Lord will reward you for taking my preaching for you today. And I just want to say that you have a very strong worship, spirit of worship here. I saw a mighty warrior in white on the horse coming towards us. Ég sá fyrir mér eins og hvítklæddan hermann sem var að birtast okkur, sá þessa andlegu sýn. So I just want to encourage you that it's a pleasant worship and offer in our Lord. Og ég bara hvet ykkur að þetta Guði þóknanleg lovgjöf. So what's on my heart is to speak about how we are filled with the Holy Spirit. Ég vil bara tala í dag að við erum fyllt heilugum anda. And if we want to go in higher, it's not that you're going to pursue anything higher, but if you want to go up on the mountains with Him, you have to get involved with Israel. And it's because that Israel, it's holy. Everything what is going on with Israel is holy, it's supernatural. Israel heilagt og allt sem á við Israel bara yfirnáttúrulegt og heilagt. So I just encourage you to get involved. I know and understand you are praying. Og ég bara hvet ykkur til þess að vera þáttakendur og ég tek undir bæn þína. And I hope that you will also get involved with ICJ, the International Christian Embassy in Jerusalem. Og að þið verið þáttakendur í það sem sagt alþjóða kristið sendiráð í Jerúsalem fyrir kristið sendiráð. I'm the regional advisor in Europe. Og ég sem sagt umboðsmaður í fulltrúi í Danmörku fyrir Evrópu. I live in Denmark. Ég bý í Danmörku. And I'm also an ordained Lutheran pastor. Og ég líka lútherskur prestur. And my husband Jacob is a rector, a principal in a Christian high school. And we are here together with Moimir Kallas, who is international director in Jerusalem. To establish a branch here at Iceland. And this wonderful couple here, I know maybe some of you know them, Jon. They have said yes to be a part of the branch, the board. And Benedict as well, from Philadelphia Church. And I know that his heart is to bring all Christians together. Because the Christian Embassy was established in 1980. To represent all Christians from around the world, from every nation and tongue. And every denomination. To go up to Jerusalem both in the spirit when you pray, but also going, there, traveling physical to Jerusalem. Once a year to celebrate the Feast of Tabernacle. Because it's a prophetic feast. Because it's, it's 3 times they should go up to Jerusalem.
ritningin talar að þrisvarsinnum eigum við að fara upp til Jerúsalem. And the third is the feast. It's a harvest feast in autumn. Og þetta sem sagt hausthátíðin, laufskálahátíð, sem uppskjöruhátíð. It's celebrating how the Jewish people were rescued out of Egypt and going through the desert. Og hvernig þeir voru frelsaðir út þrældómi í Egyptalandi og fóru gegnum eyðimörkina. How God himself was the one who helped them and gave them supernatural food and shelter. Og hvernig það var Guð sjálfur sem annaðist þau og gaf þeim skjól og fæði. So how they were dependent on him and also how we are dependent on him. Og hvernig þau þurftu að læra að reiða sig á Guð og líka hvernig við þurfum að læra að treysta Guði. And the harvest is they have different harvest because Israel is a blessed warm country. But the harvest in autumn is the great harvest of the grapes. Landbúnaðurinn í Ísrael hefur mismunandi uppskerutíð, þetta heitt og auðvelt að rækta þar og laufskálahátíðin þá að fagna síðustu stóru uppskeru. And if we know our Bible, we know that grapes, wine, it's a prophetic word also, how we are wine and how God himself, Jesus, will press the wine when he comes back. Og við þekkjum bara úr Biblíun okkar varðandi við vínber og hvernig þau eru kreist og búið til vín og þetta svona spámaleg mynd hvað Guð gerir með okkur. So it's a picture of how our lives is a fruit like grapes, which is going to be it's going to be harvested, and we will be together with Jesus in Jerusalem. Þetta þessi spámalega mynd hvernig við sem ávöxtur eða vínber munum bera ávöxt fyrir Jesú. So one of the main thing is that we invite Christians to come to the Feast of Tabernacle once a year. Þannig að við erum að hvetja kristna til að koma til Jerúsalem einu sinni á ári á laufskálahátíð. And Christians from all over the world are coming, and it's like a sign of heaven. It's like a taste of heaven because there's so many different culture and many different style, but the heart is for the Jewish people and for Jesus, Yeshua. Þetta alveg mögnuð stemming, þarna komur fólk frá svo mörgum þjóðum og ýmiss konar menning en hjartað sama því að það slær fyrir Jesú. Then we are prayer ministry. We invite to prayer daily. We have prayer on website, and we also invite prayer in local groups all over the world. Og við erum líka stefnum til bæna og við erum með ýmsa hópa á netinu líka út allan heim. And then we want to reconcile the church to the Jewish root, understand where we are coming from, and that we should always stand on the truth of the whole Bible. And we can't understand Jesus if we don't have the whole story with us. Kristna kirkju til að skilja rætur sínar og ef við höfum ekki skilning á allri ritningunum hvernig ætlum við þá að skilja Jesú. So we also pray for the church to turn around from anti-Semitism, which has been through replacement theology. Og við erum að hvetja kirkjuna til að snúa frá þessum andgyðinglegum boðskap og þetta ákveðin guðfræði sem fjallar að kirkjan hefur tekið við af Ísrael. So we can stand in the right position when Jesus are coming back. Þannig að við stöndum í réttri stöðu þegar Jesus kemur aftur. And fulfill the calling which Paul is telling us that we should love so the Jewish people so that they will believe that Jesus is their Messiah. Að við að uppfylla það sem að Páll skrifaði til okkar að við að elska gyðingana til þess að þeir snúi sér og meðtaki Jesus sem Messias. And so it's also about our hearts, how God pour out love, because we have received everything from the Jewish people, actually, everything. Og líka bara hvernig kærleikunum útdeilt í
hjört okkar því að við höfum þegið allt frá gyðingum. Yes. So we couldn't be here if we didn't have the Jewish people. Við værum ekkert hér ef við hefðum ekki gyðingana. So we have received every spiritual blessing. Við höfum meðtekið sérhverja andlega blessun. And that's why God is calling us to love them back, to bless them. Þess vegna hefur Guð kallað okkur til að snúa, að elska þá, til að kalla þá tilbaka. And stand up for them in such a time as this. Og standa baki þeim sérstaklega á tímum sem þessum. So the embassy also helps Jews coming home. Aliyah, it means going up. You are going up in a higher level when you turn back to Jerusalem. Hluta verksviði kristilega sendiráðsins að hjálpa gyðingum að fara aftur heim. Það kallast Elíja, það þýðir að uppganga. And we support Holocaust survivors in home. Og við styðjum við bakið á þeir sem hafa lifað hörmungarnar eftir seinni heimsstyrjöldina. Yeah, and we buy bomb shelters and put it on children, garden, ground, and schools all over the place. In the south, towards Gaza, and in the north, towards Lebanon and Hezbollah. Við erum að kaupa svona sprengjuheld rými sem eru grafin niður við leikskóla og barnaskóla bæði í söðri og alveg upp norður til Líbanon. So I want to share something from the Bible today because it's time that we understand how God is calling us to, if we are a friend of God, we should also be a friend of Israel. Og ég bara deila með ykkur ritningunni að ef við teljum okkur vera vini Guðs, þá eigum við vera vinir Ísrael. In the Christian Embassy, it's not a political organization. We don't glorify everything that Israel does. They also make mistakes. Kristilega sendiráð ekki pólitískt og við erum ekki alltaf að fagna öllu því sem að Ísraelsþjóð gerir á pólitíska sviðinu. But we are their friends. En við erum vinir þeirra. And you know, friends is there whatever happens. Og vinur hans stendur með þér í raunum. Friends stands with us and don't leave us. Vinir standa saman, þeir yfirgefa ekki. If we are real friends. Ef við erum raunverulegir vinir. And the church is in a position now where God is challenging us. Og kirkjan í þeirri stöðu að Guð áskorun frá Guði. Are we willing to be friends of Israel? Erum við tilbúin að vera vinir Ísrael? And are we willing to go into the supernatural understanding of what is going on? Og erum við tilbúin að fara inn í það yfirnáttúrulega til að skilja hvað í raun og veru í gangi? And he has a call for every one of us. Og það köllun fyrir eitt og sérhvert okkar. Think of all the people who are on the streets in Western Europe screaming á götum í Evrópu öskrandi. From the river to the sea, Palestine be free. Frá ánni til hafsins þá mun Palestína vera frjáls. So Israel really needs every one of us. Þannig að Ísrael þarf á sérhverju og einu okkar að halda. And I pray that God will speak to you, your church, and you as an individual. What should you do? Because it's time to act. Og ég bið fyrir því að Guð tali til kirkjuna ykkar og ykkur sem einstaklinga að hvað Guð að leggja ykkur á hjarta að gera því að það komin tími til þess að gera eitthvað í málum. So I just go up here. So it's not. These are my slides. Yeah. So I don't know if we can have the slides, but if it's possible, otherwise I will just preach. Is it okay? I want to speak about two women in the Bible who are telling us what is going to be done when God is calling you. Og
ég ætla að tala tvær konur í Biblíunni sem að sýna okkur skýra mynd af því hvað þarf að gera þegar Guð kallar. And the first is Rahab. Rahab. Fyrsta Rahab. And Rahab was a prostitute. It's in the book of Joshua. Í Jósúabók lesum Rahab, hún var vændiskona. So you know, God can use every one of us. Guð getur notað alls konar fólk. Because the good thing about the gospel is that it is not what I did or not did. Það góðu fréttirnar við fagnaðarerindi að þetta veltur ekki á því hvað ég gerði eða gerði ekki. It's all about what Jesus did for me and how much I have received of it. Það fjallar hvað Jesus gerði fyrir mig og hvað mikið af því ég hef meðtekið. And this wonderful woman, she's a prostitute in the city of Jericho. But þessi yndislega kona, hún sem sagt vændiskona, hún býr í Jericho. But we read in chapter 2 that Joshua, the leader of the Israelites going through after Moses, he's secretly sending 2 men into Jericho to spy. Og við lesum í öðrum kaflanum í Jósúabók að sem sagt hann sendir 2 njósnamenn til þess að athuga aðstæður. So he says, go view the land, especially Jericho. Og þessi rannsakið landið og sérstaklega Jericho. And they went and they came to the house of the prostitute named Rahab. Og þeir komu á húsi konu sem hét Rahab. And they lodged there. Og þeir dvöldu þar. And then the king of Jericho, he found out those men, they have come into our city and they are only coming to spy us, and we want to know where they are. We want to get rid of them now. Konungurinn í Jericho, honum var sagt að hingað hefðu komið menn nokkrir að kveldi, Ísraelsmenn til þess að kanna landið. Þeir vildu finna á hvar þeir væru. So he calls Rahab and tells her, bring out the men who have come to you, who entered your house, because they have come to search out all the land. It's there? Yeah. So. Og hann segir sem sagt, konungur sendi til Jericho, til Rahab og lét segja henni, seldu fram mennina sem til þín eru komnir, sem eru komnir í húsið, því að þeir eru komnir til þess að kanna allt landið. But Rahab tells the king's men that they came to her, but she sent them out, sent them away. Hún segir, jú, þeir komu hérna við en þeir eru farnir, ég sendi á burt. But she actually hid them. En hún í raun og veru þá faldi hún það. Under her roof. Undir þakskegginu. So the question is why? Og spurningin af hverju. Why? Because it's not natural. Þetta ekki eðlilegt, þess að segja spurningin af hverju. She's a prostitute in this city. She has other guards. She has a family culture, everything. Hún vændiskona, hún að dyrka aðra guði og allt önnur menning. But she has listened with her heart. En hún hlustaði með hjartanu. Because she says, I know that the Lord has given you the land. Þegar hún sagði, ég veit að Drottinn hefur gefið ykkur land þetta og ótti við yfir okkur komin og alla landsbúar hræðast ykkur. And you know, that's not what the king told her. En það ekki það sem konungurinn sagði. So that's the same with us. That's not what the king in Iceland or the prime minister or any media is telling you, that God gave the land to the Jews. Og það ekki það sem að yfirvöld hér eða fréttir hér á Íslandi eða forsætisráðherra að segja ykkur að Guð gaf Ísrael landið. But she has had a supernatural encounter with God, so she knows. I know that the land is given to you. Og hún hafði átt einhverja yfirnáttúrulega stund með Guði því að hún segir þarna að ég veit að Guð hefur gefið ykkur landið. So the background is that she has heard about what God the Almighty have been doing. Þannig að hún var búin að heyra hvað hinn almáttugri Guð hafði verið að aðhafast.
We have heard how the Lord dried out the Red Sea for you. Og hvernig Guð þurrkaði upp Rauðahafið fyrir ykkur. We have heard how the Lord killed the two kings of the Amorites before you. Og hvernig Guð, hann bara stútaði tveimur konungum fyrir ykkur, Amoritakonungum. And our hearts melted. Og hjört okkar þau bara bráðnuðu. And the fighting spirit no more is here. Og það engin baráttu andi lengur hér í okkur. Because we understand that this God is a holy God. Þegar við skiljum að þessi Guð heilagur Guð. And his mighty works, miraculous works, is speaking to my heart. Og Rahab is telling. hans að tala til hjarta míns. For the Lord your God, he is God in heaven above and on earth beneath. Ja, ykkar Guð Guð himins og jarðar. So she understands supernatural, the power Þannig að hún skilur þennan yfirnáttúrulega kraft of the God of the Jewish people. Guð gyðingana. And that speaks to us. Og það nokkuð sem talar til okkar. Because Af því að I know that the Lord has given you the land. Ég veit að Drottinn hefur gefið ykkur landið. And the church, Og kirkjan, we should know við ættum að vita that the land of the Jewish people is given by God. að land Ísrael gefið af Guði til þeirra. And there's only one reason. Og það aðeins ein ástæða. Because the Bible tells us so. Af því að Biblían segir okkur nákvæmlega það. The Bible tells us again and again and again Og Biblían segir okkur aftur og aftur og aftur. that God has chosen this land and this people Að Guð hefur valið þetta land og þetta fólk to bring salvation for every countries, nations. að færa hjálp And til peoples. allra þjóða. So there's a call for the church to understand the biblical foundation of standing for Israel. Það köllun yfir kirkjunni að skilja biblíulega tengingu hvað Guð hefur gert. And we should also pray for our brothers and sisters who don't understand it. Og við ættum að biðja fyrir bræðrum og systurum sem að skilja ekki þetta. Because it's a spiritual, supernatural understanding. Þegar þetta andlegur, yfirnáttúrulegur skilningur. So if you're not too much open for the Holy Spirit, Þannig ef þú ert ekki mjög opinn fyrir heilugum anda, maybe you find it hard to understand. You listen to everything, media and so on. þá finnst þér erfitt að skilja og þú hlusta bara á fjölmiðla fréttir. But actually we should pray for the sisters and brothers in our churches around Iceland and Denmark and where we are, because we want them to come on the same path. Og við ættum að biðja fyrir bræðrum og systurum í kirkjum bæði á Íslandi og Danmörku að þau komist á þessa réttu braut skilnings. So this is the heart for us as a church, you know, whenever we see something which is wrong. Þannig að þetta ætti að vera ríkt hjá okkur, að þegar við sjáum eitthvað sem rangt, We should pray. þá ættum við að biðja. The German theologian Bonhoeffer, maybe you know a little bit about him. Þýskur guðfræðingur Dietrich Bonhoeffer, He was the one who did not accept that all the Christians in Germany during Second World War, they were Nazified. og á stríðsárunum Nazified. þá var hann sem prestur að hann samþykti ekki að væri að vera að fara svona illa með gyðingana. So he stood up and spoke directly that the church should go with the Jewish people and help them. Og hann talaði hreint út og sagði að kirkjan ætti að rísa upp og verja gyðingana. But he said, what you have not prayed, you can't understand. Og hann sagði líka, það sem þú hefur ekki beðið fyrir, þá berðu engan skilning á því sviði. So it's something when we go down and pray. Og
það eitthvað við það þegar við förum á hnén og við biðjum. Because then we keep our hearts open to also the Christians who don't understand. Þá hjarta okkar opið og líka gagnvart kristnum sem að skilja ekki. Yeah. So we also hear that for the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Við höfum heyrt að drottinn Guðið Guð á himnum uppi og jörðu niðri. And that's also what we as a church should, that's our position, that God is the sovereign. He is sovereign. We are human. He is God. He is not a man that he can lie. Og við sem kirkja ættum að skilja þetta, Guð alvaldur og einvaldur og hann ekki maður að hann geti logið. So the fear of God, it's actually a good fear. Þannig að Guðs ótti góður ótti. It's not that we are fearful for him or fearful to be who we are in him. It's nothing to do with that. Það ekki ótti að hræðsla við Guð, hefur ekkert með það að gera. But to have fear of God is that you are fearful that you're going to do something which is not from him. En óttin ætti að snúast það að við séum að gera eitthvað sem ekki af honum eða frá honum. And that you are not going in his direction and is in his heart for the Jewish people and also for the unsaved. Og að þú í hjartaðinu sért ekki á þeirri réttu braut gagnvart bæði vantrúum og líka bara áætlun Guðs. So the fear of God helps us to be in the right position. Þannig að Guðs ótti hjálpar okkur að vera rétt staðsett. So what God is doing is what we want to do. Þannig að það sem Guð að gera, það það sem við viljum vera að gera. So this is the word from Rahab to us that we should listen to and act as she did. She acted. Og þetta orð til okkar frá Rahab, það sem hún heyrði og hún gekk út á þetta orð. So there's a lot of opportunity to act actually now. Og það stór tækifæri til að stíga fram og skara áfram í dag. It can be going out in Reykjavik streets with the Israeli flag. Þú getur farið niður í bæ, Reykjavíkurbæ með Ísraels fána. It can be writing articles or to newspaper. Þú getur skrifað greinar í dagblöð. It can be gathering all the Christians, and now with ICJ there's a big chance that you can have a big Christian Israel organization. Eða að safna saman kristnu til dæmis undir ICJ eða undir þessu kristna sendiráði. Whose calling is to serve all Christians. Sem hefur þá köllun að þjóna öllum kristnum. That's our vision, that every Christian can be under the umbrella of the International Christian Embassy. Það hugsjón okkar að það geta allir kristnir verið undir reglíf okkar. So, I don't know how much time I have. Ég veit ekki hversu mikið tíma ég hef. What do you think? I know. Maybe 10 minutes more or... Okay, because yesterday I spoke about Ruth as well. Í gær þá var ég að tala Ruth líka. In Philadelphia, and because Ruth is also a very beautiful prophetic book. Og Rutharbók mjög falleg spámanleg bók. And she is actually speaking what every one of us did when we received Christ. Og hún eiginlega að tala sama tungumál og við tölum þegar við fyrst eignuðust hjálpræðið. We were so far away. We had no God and no hope in the world. Við vorum svo fjarri öllu guðlegu og við áttum enga von í heiminum. But the gospel came to our nation. En fagnaðarindi kom til þjóðar okkar. To our grandmother and great-grandmothers and fathers. Amma og langamma eða langafar. And that's why we're here today. Og þess vegna erum við hér í dag. And that's the calling that Ruth is speaking here. Where you go, I will go.
það það sem að Rut að tala hér. Hvert sem þú fer, þar fer ég líka. Where you stay, I will stay. Það sem þú náttar, þar nátta ég. Your people will be my people. Þitt fólk mitt fólk. Your God, my God. Þinn Guð minn Guð. Where you die, I will die. Það sem þú deyr, þar mun ég deyja. And there I will be buried. Og þar mun ég vera lögð til grafar. So Ruth here is really acting supernatural because it's not natural. Og Rut, hún hér, hún eiginlega hegðun hennar yfirnáttúruleg því að þetta ekki eðlilegt að haga sig svona. She speaks those words to her mother-in-law. Hún talar þessi orð til tengdamóður sinnar. Naomi. And you know, many times we speak about that there can be so many different problems in relationship, you know, between the mother-in-law and her daughter-in-law. Og við þekkjum það geta oft verið samskipta örðuleikar í tengslum við tengdamömmur. But that's not how the Bible is speaking about it. En þannig Biblían ekki að tala það. The Bible is speaking about it can be the most beautiful relationship actually. En Biblían lýsir þessu að þetta getur verið eitt fegursta samband sem til And it is here because Ruth has something in her heart that she knows my mother-in-law Naomi, her belief, her faith is something I need to have. Og hún greindi og skynjaði að hún þurfti að eiga þessa trú sem að tengdamamma hennar átti. Hún varð að eignast hana. So even that in the natural, she couldn't see anything really good because Naomi came to the land of Moab. She lost her husband and then 2 sons. Ruth's husband. Í henni náttúrulega þá var ekkert gott að sjá í kringum Naomi. Hún hafði mist eiginmann sinn í Moablandi og síðan báða syni sína. So much death around her. Það var bara dauði allt í kringum hana. What kind of woman is she? Hvers konar kona þetta? How should Ruth go after her? Hvernig, af hverju ætti Rut að fylgja henni? But she understands and with her heart that there's something in the spirit, the truth and love of the God of Israel. En það var eitthvað sem hún vildi fara á eftir, það var sannleikurinn Guð Ísrael. So she goes where Naomi is going, back to Bethlehem. Og hún fylgir Naomi aftur til hennar heimahaga til Bethlehem. And what is going to take place there is just remarkable. Og hvað gerist þar alveg undravert. Because you know that she has no husband and sons, and that meant no money and nothing to live for. Hún átti engan eiginmann og enga syni, hún átti ekkert í raun og veru til að lifa fyrir. But now she accepts Ruth to go with her back to Bethlehem. En hún samþykkir að Ruth komi með sér aftur til Bethlehem. And there God is meeting her. Og Guð mætir henni þar. Yeah, God is meeting her because when they come, it's just in God's perfect plan. Og þegar þær mæta á staðinn, þá þetta akkurat nákvæm tímaáætlun Guðs. It's a time of the harvest. Og þetta uppskeru tími. And therefore Ruth can go to a field and take the leftovers of the grain. Og Ruth getur farið út á akurinn og tínt upp eftir tíningin. And it becomes a way how she can have food for her and Naomi. Og það verður þeim til bjargar, sem sagt henni og tengdamóðurina Naomi. And the field she wants to go, but she says, "Oh, let me go only to a field where I'm favored." Og hún hefði getað farið á hvaða akur sem en hún sagði ég vil bara fara þar sem ég hef velvilja. And she didn't know that Naomi had a relative, her late husband had a relative which was wealthy. It was Boaz. Og hún hafði ekki hugmynd að akurinn var sá akur sem að Naomi, þetta var ættingi Naomi, Boaz, sem var auðugur maður. But the Bible says so it turned out. En Biblían segir það gerðist þannig. That Ruth was going to Boaz's field. Að atvikaðist þannig að hún fór á akur Bóasar. And this is how it is to follow Jesus. Og þannig það þegar við fylgjum Jesú.
Because he leads us to the right place. Hann leiðir okkur á réttu staðina. And he leads us just in the right timing. Og hann leiðir okkur á réttum tíma. And he also honor Naomi that even though it has been a bitterly time for her. Og jafnvel þótt að það hefur verið bitur tími fyrir Naomi. That's her own word, it has been a bitterly time. Og það eru hennar eigin orð að þetta hefur verið bitur tíð. But because she stayed on the faith and trust in God. En af því að hún hélt í trúna á Guð og treysti Guði. And she goes home. Og hún fer aftur heim. To Bethlehem. Til Bethlehem. There is the inheritance, there is the gifting and the blessing for her. Og þar liggur arfleiðin og þar blessunin. And it's there that God is opening doors. Supernatural Ruth can go to the field of Boaz. Og þar liggur leiðin og hún fer á akur Bóasar. And it becomes the most beautiful love story. Og þetta snýst í eina fegurstu ástarsögu. Boaz is actually the family's redeemer, that he is going to redeem them by marry Ruth. Og lagalega var þetta svokölluð máskylda, þar sem að hann gat leyst eignir Naomi. And she is pregnant and she gives birth to Obed. Og hún verður síðan ófrísk og fæðir Obed. And this son is not only going to be the son of Ruth and Boaz, but it says it was the son of Naomi. Og ritningi segir þetta var ekki bara sonur Bóasar og Ruthar, heldur sonur Naomi. She was given a son, even in her old age. She couldn't conceive babies. Og hún var háöldruð en hún eignaði samt son. But she was given the son to raise him. Hún fekk þennan son til að ala hann upp. And in that way she was blessed more than if she had 7 sons, the Bible says. Og Biblían segir að hún var meira blessuð heldur en hún hefði eignast 7 syni. So the fact that she opened her heart to a Gentile or Moabitic woman. Og það að hún hefði opnað hjarta sitt fyrir heiðingja eða móabískri konu. This wonderful woman which showed her so much love that she wanted to follow her, even though she didn't know about the God of Israel, but she knew there's something true in this. En það var þetta að hún upplifði bara kærleikan frá Naomi og tröstið og trúin sem hún átti. Og hún vissi ekkert meir sögunar en hún vildi fylgja henni. And she becomes the woman who is the where Boaz can redeem her and also Naomi. Og það atvikast þannig að Bóas getur leyst þar út, það þessi máskylda að geta leyst eignirnar sem að maður Naomi átti. So even this is a picture of how we as Gentiles actually by taking the grace of Jesus, the Redeemer, is going to bless the Jewish people with Jesus, the Redeemer. Og þetta mynd upp á það að við sem kristið fólk sem hefur meðtekið lausnaran okkar Jesú Krist, að við getum blessað Ísrael. So it gives the sign for the church today as well. Og þetta mjög sterk tákmynd fyrir kirkjuna í dag. Because Ruth is speaking also prophetic to us today. Þegar Ruth að tala spámanlega til okkar í dag. Where you go, Israel, we as church will go. Og það sem þú ferð Ísrael, þá munum við sem kirkja fara líka. Where you stay, Israel, we as church will stay. Það sem þú náttar Ísrael, þar munum við nátta líka. It means that we will keep rejoicing that they had their land back. In 48. Og við fögnum með þeim að þeir fengu landið aftur 1948. And that we will rejoice that they are staying there and we want them to stay there. Og við fögnum að þeir dvelji þar og við viljum að þeir dvelji þar. And we want to support them that they are there. Og við viljum styðja við bakið á þeim að þeir dvelji þar. And it means your God Israel is the God of the church.
Og það þýðir Guð Ísraels Guð kirkjunnar. And it means that it's the whole Bible. We teach the whole Bible. Og það þýðir að við kennum alla ritninguna, alla Biblíuna. It means that it's the Jewish king which we see resurrected, died on the cross, the king of the Jews, resurrected in Jerusalem. Og við sjáum konungana sem að dóa á krossinum og það sem að yfirskriftin var konungur gyðinga. It means that the God of Israel is the one God we are following. Það þýðir að Guð Ísraels sá Guð sem við erum að fylgja. No matter what. Sama hvað. It's a path to walk on. It's a path to stay on the right teachings and the right way to stay healthy. It's go after the God of Israel because it's the God of the Bible. Þetta rétti vegurinn og rétta brautin til að hlaupa á því að þetta Guð Ísraels og Guð Biblíunnar. And I pray that this is a new season for Iceland. Ég bið fyrir því að þetta sé ný tíð fyrir Ísland. We have heard how secular everything is in the culture, in the schools, and also in the government. Of course, it's a secular. You have a secular country, as many of us have. Við vitum alveg hversu veraldlegt allt stjórnkerfi hjá okkur í skólum og annað, og það svona verið að afhelga allt saman. But there is a way through this, and that is to stay on the biblical side, to teach children, youth, which God are we serving. En það leið út úr þessum ógöngum að það að feta veg Biblíunar, kenna börnum, kenna ungmennum Biblíuna. To restore the roots, our Judean Christian roots. Til þess að endurreisa gyðinglegar kristnar rætur okkar. To equip and teach children and youth that this is our God. Til þess að undirbúa börn og unglinga að þetta okkar Guð. That we are connected as a church to the Jewish people and to the land of Israel. En sem kirkja þá erum við nátengd Ísrael og landi þeirra. And that we are waiting Jesus to come back to Jerusalem. Og við bíðum eftir að endurkoma Jesú Krist, að þá mun hann stíga fæti niður í Jerúsalem. And we want to love his people so he can be received when they call out and say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Og við viljum sýna þeim kærleika þannig að þeir geti meðtekið og kalli út það sem ritningi segir, blessaður sá sem kemur í nafni Drottins. So let's pray. Þannig að við skulum biðja saman. Jesus, I thank you for this wonderful time together. Jesus, ég þakka þér fyrir þennan dásamlega tíma sem við eigum saman. Thank you for the heart of this church. Þakka þér fyrir hjartalag þessara kirkju. That they heard there was someone preaching and blessing Israel. Að þeir heyrðu að einhver var að predika og blessa Ísrael. Even though in the natural they didn't know so much about it. Það jafnvel hinn náttúrulega þá vissuðu ekkert But in the supernatural, they knew in their hearts there's something we need and there's something we love. En í yfirnáttúrulega þá vissum við að þetta var eitthvað sem við þurftum að heyra. So Jesus, you will bless them. Jesus, þú blessar þau. Because you say so in your word. Því að þú segir þannig frá í orði þínu. Whoever stands for Israel and bless your people. Að sá sem stendur með Ísrael og blessar þitt fólk. You will bless. Að þú mynd blessa þann. So I pray also that the teachings and the understanding of Israel. Ég bið þessa kennsla og fræðsla Ísrael. Will make much fruit here. Megi bera góðan ávöxt hér. In this church and also in every churches in Iceland. Í bæði þessari kirkju og öðrum kirkjum á Íslandi. I pray that a new season towards Israel will come forth from people, the church, that it will come up and go all the way to the government and the media. Ég bið þess að það veri ný tíð fyrir Ísrael sem að svona velvild sem nær alveg inn í stjórnaráð og inn í fjölmiðla.
Because when we stand on the right side, you will favor and you will open doors. Að þegar við stöndum á réttri braut og þá mun þú gefa velvild og blessa. So I pray that when we start the branch, they are started now. Yesterday they were anointed and blessed to start here. Og ég bið þess bara þegar við opnaðum útibúið í gær að það sem við lögðum hendur yfir þau og blessuðum þau og byrjuðu hér. That all the churches, all the Christians here will see it as an umbrella where they can be and know more about Israel and know more how to stand for and work for the Jewish people. Og að aðrar kirkjur mættu sjá það sem reglíf sem að þau getur staðið undir sem blessun fyrir Ísrael og aðrar kirkjur. Because Jesus, we know that you call us, and if we don't say yes, it will be done by somebody else. Og við vitum það, Jesus, ef að þú kallar okkur og við segjum ekki já og þá verður það gert, þá einhver annar sem að hleypur í skarðið og gerir þetta. It's a holy work. Því að þetta heilagt verk. And you call us, and we want to walk, and we want to go after your calling. Og þú hefur kallað okkur og við viljum fylgja þinni köllun. So we praise you and you thank you, and I just bless the people here. Við lofum þig og tignum þig og ég blessa fólki, allt fólki hér. And we are longing to see the move of you also into the schools system, that there can be Christian schools here again. Og við biðjum fyrir því að hér mættu rísa kristnir skólar. Christian schools and Christian high schools. Og kristnir framhaldsskólar. So the next generations can be equipped and taught about the God of Israel, who is the one who saves every nation. Þannig að unga fólki mætti vera vel undirbúið og heyra Guð Ísrael sem að boðar hjálpræði til allra þjóða. Jesus, in your mighty name, we have prayed before the throne of God. Jesus, í þínu máttuga og mikla nafni, þá biðjum við frammi fyrir hásæti þínu. Amen. Amen.